Það mun hafa verið haustið 1944 þegar ég var 8 ára að ég var staddur í sumarbústað með foreldrum mínum á stjörnubjörtu kvöldi. Fegurð himinsins heillaði mig og ég ákvað að verða stjörnufræðingur. Á þeim tíma voru aðeins 2 stjörnufræðimenntaðir menn á Íslandi, þeir Trausti Einarsson og Steinþór Sigurðsson. Hvorugur hafði fengið starf á þessu sviði og báðir snúið sér að náttúrufræðilegum verkefnum. Í Heklugosinu 1947 vildi svo slysaleið til að Steinþór beið bana. Ég hitti hann aldrei, en þegar ég óx úr grasi sáu foreldrar mínir til þess að ég næði fundið Trausta og urðum við góðir vinir upp frá því. Fyrsta stjörnukortið fékk ég þegar ég var 13 ára. Þá var ég staddur í Weybridge á Englandi hjá Pétri, föðurbróður mínum og fjölskyldu hans. Gefandinn var Árni Jónsson, tengdasonur Péturs. Þetta var gömul, frábær stjörnukortabók sem bar nafnið Half Hours with Stars, útgefin 1896. Hygg ég að Árni hafi fundið hana í fornbókaverslun. Sjónauka eignaðist ég haustið 1950 þegar ég var kominn í menntaskóla. Það var linsusjónauki af einföldustu gerð, merktur framleiðandanum J. Lizars í Glasgow. Sá sjónauki þætti ekki til kominn mikill nú á dögum, en ég varðveit hann enn ásamt þeim sjónaukum sem ég eignaðist síðar. Ekki fór hjá því að áhugi minn á stjörnuskoðun yrði heyrinkunnur í MR. Vegna almenns áhuga bauð ég bekkjarsystkinum í skoðunarferð upp á Klambratún. Einnig minnist ég ferðar upp í turn sjómannaskólans þar sem ég og bekkjarfélagi minn Ragnar Ingimarsson eittum kvöldi með Lizars sjónaukanum. Sami sjónauki kom við sögu árið 1954 þegar almyrkvi á sólu sást frá suðurodda Íslands. Þá fórum við Ragnar ásamt Gauki Jörundssyni, bekkjarfélaga okkar, upp á Reynisfjall við Vík og fylgdumst með myrkvanum og tókum myndir. Þriðji bekkjarfélaginn, Sigurgeir Jónsson, bættist þar í hópinn. Seint mun þessi stórfenglega sýn úr minni falla. Á ég þá ekki aðeins við kórónu sólar og sólstróka, heldur útsýnið til sjóndeildarhringsins þar sem ótrúleg litbrigði bar fyrir augu bæði í átt til hafs og jökuls. Ekki veit ég til þess að aðrir menntaskólanemar hafi átt stjörnusjónauka eða stundað stjörnuathuganir á þessum tíma. Áhugi minn á stjörnuskoðun varð síðar til þess að ég stóð á stofnun Stjörnuskoðunarfélags Seltjarnarness. Það var árið 1976 og ég var formaður þess félags fyrstu 2 árin. Helsti hvatamaður að stofnun félagsins var Sigurður K. Árnason, húsasmiður, sem gaf félaginu sjónaukann sem enn í notkun undir hvolfþakinu í Valhúsaskóla á Seltjarnarnesi. Hvolfþakið sá ég útvega. Áður hafði ég beitt mér fyrir að hvolfþaki og sjónauka yrði komið uppi á einni nýbyggingu háskólans, Árnagarði. Eins og fyrr segir var ég frá fyrstu tíð ákveðinn í að gera stjörnufræði að starfi mínu. Yfirleitt held ég að fæstir hafi verið búnir að velja sér lífsstarf á menntaskólaárum. Ég fékk enga hvatningu frá öðrum enda þurfti hennar ekki við. Ég minnist þess að móðir mín átti í bréfaskiptum við gamlan vin í Svíþjóð. Vinurinn þekkti stjörnufræðing og fékk hann til að skrifa móður minni. Sá ráðlagði eindregið að ég hætti við þessa fyrirætlun. Bæði væri námið erfitt og vonlítið starf að því loknu. Eftir stúdentspróf þurfti ég að taka ákvörðun hvert ég færi til náms. Árið 1952 hafði ég gengið í breska áhugamannafélagið British Astronomical Association og tekið virkan þátt í norðurljósadeild þess. Þar hafði ég komist í samband við stjórnanda deildarinnar, mann að nafni James Patton, og skipst á bréfum við hann. Patton ráðlagði mér að fara til náms í St. Andrews í Skotlandi. Yfirmaður stjörnufræðideildarinnar þar væri frægur vísindamaður að nafni Erwin Freundlich, einn nánasti samverkamaður Einsteins. Ég fór að ráðum Pattons og sótti inngöngu í skólann. Minnugur þess að bæði Steinþór og sérstaklega Trausti höfðu leitað í jarðfræðileg verkefni ákvað ég að taka jarðfræði sem aukagrein til viðbótar við stærðfræði og eðlisfræði sem ég gat ekki án verið í stjörnufræðináminu. Vissulega var jarðfræðinámið áhugavert og reyndar svo tímafrekt
að segja má að eitt árið tæki jarðfræðin mest af mínum tíma. Þáttur í náminu var ferð út í eyjuna Raasay, eina af Suðureyjum, sem geymir fjölda steingervinga. Það var merkileg reynsla að grafa þar upp þessi minnismerki ævaforna tíð. Jarðfræðinámið gekk vel og kennarar mínir lögðu að mér að velja jarðfræði til framhaldsnáms, en ég lét ekki segjast. Aldrei kom til álita að ég tæki jarðfræðina fram yfir stjörnufræðina. Spurningin var hins vegar hvert skyldi halda eftir lokapróf í St. Andrews. Ég hafði samband við Cambridge-háskóla vorið 1958 og sendi þeim upplýsingar mig. Fyrir svörum var maður að nafni Stoneley. Hann virtist fyrst og fremst hafa áhuga á því hvort mig semdi við samstúdenta mína. Ég sýndi Freundlich bréfaskiptin. Hann móðgaðist fyrir mína hönd, sagði ljóst að þeir í Cambridge héldu að ég væri hálfgerður eskimói. Sagðist algjörlega mótfallinn því að ég færi til Cambridge. Ég hafði skilað ritgerð til lokaprófs í stjörnufræði í St. Andrews. Ritgerðin bar heitið The Earth and the Sun: Solar-Terrestrial Relations og var 118 blaðsíður, skreytt myndum og línuritum. Prófdómari við stjörnufræðiprófið var tékkneskur stjörnufræðingur Zdeněk Koppal, prófessor í Manchester og yfirmaður stjörnufræðideildarinnar þar. Ég frétti að honum hefði litist vel á ritgerðina og vildi hann fá mig til framhaldsnáms í Manchester. Sparaði hvorki hólið né loforð gull og græna skóga, segir í bréfi sem ég skrifaði móður minni. Koppal sagði að í Manchester mundi ég fá aðgang að tölvu sem ekki yrði raunin í Cambridge nema ég væri á stærðfræðibraut. Hann bauð mér í kynnisferð til Manchester sem ég þáði. Áður en ég vissi af var hann búinn að útvega mér álitlegan dvalarstyrk í Manchester. Hins vegar var ég hvorki hrifinn af staðnum né þeim verkefnum sem þar var verið að vinna að. Hlaut ég því að hafna þessu góða styrkboði. Reyndar þurfti ég ekki að kvarta yfir skorti á styrkjum. Í St. Andrews hafði ég fengið svonefndan Berry Scholarship og Postgraduate Supplements og loks hinn rausnarlega Miller Prize sem veist getur þeim sem efstur verður á lokaprófi í vísindadeild skólans. Að heiman fékk ég styrk úr almanakssjóði án umsóknar. Var það fyrir tilstilli prófessoranna Trausta Einarssonar og Leifs Ásgeirssonar sem þá sáu Íslands almanakið. Áður hafði ég tvívegis fengið styrk úr vísindasjóði. Fjárhag mínum við framhaldsnám var því vel borgið. Haustið 1958 rakst ég á áhugaverða grein áhrif sólar á jörð. Höfundurinn var prófessor C.W. Allen, yfirmaður stjörnufræðideildar University College í London. Sú grein var til þess að ég hafði samband við Allen. Í október 1958 átti ég leið London og hitti hann í stjörnuturni háskólans, University of London Observatory, í Mill Hill, þar sem hann var yfirmaður. Var það ákveðið að ég myndi stunda rannsóknir til doktorsnáms undir hans handjarði. Þegar þarna var komið skrifaði ég prófessor Freundlich í St. Andrews og bað hann að hjálpa mér að fá afhenta prófritgerðina mína jörð og sól. Venja var að háskólinn héldi ritgerðunum eftir. Freundlich gekk í málið og fékk ritgerðina senda. Síðla árs 1958 fékk ég orðsendingu frá stjörnufræðideildinni í St. Andrews þar sem ég var beðinn að skila ritgerðinni. Freundlich var þá hættur störfum og annar prófessor í forsvari. Ég þráaðist við og vitnaði í heimildina sem Freundlich hefði gefið og endirinn var sá að ég hélt í ritgerðina þrátt fyrir harðort bréf frá St. Andrews. Í ársbyrjun 1959 leigði ég herbergi í útjaðri London og fékk aðstöðu til vinnu á bókasafni stjörnuturnsins í Mill Hill. Sótti ég ennfremur fyrirlestra tvisvar í viku í miðborginni.
Doktorsnám tekur venjulega 3 ár þarna en dvöl mín teygðist í 4 ár. Ástæðan var meðfram sú að niðurstöður mínar voru ekki í samræmi við væntingar prófessor Allens. Hann hafði verið þeirrar skoðunar að kórónuvængir, streamers, væru rafhlaðnar agnir sem yllu reglubundnum segultruflunum og norðurljósum þegar jörðin lenti í þeim. Ég safnaði saman öllum þeim myndum af kórónu sólar sem birtar höfðu verið fram til þessa, áætlaði hver afstaða kórónuvængjanna hafði verið til jarðar og bar saman við truflanir í segulhvolfinu, þar með talin norðurljós. Þetta var seinleg vinna, allmikil tölfræði, og þegar leið á fékk ég aðgang að tölvu í stærðfræðideild skólans og lærði forritun. Forritunarmálið var Fortran og tölvan var mötuð á kataspjöldum. Niðurstaða mín hvað varðaði kórónuvængina var ótvíræð, þeir væru ekki valdir af truflunum í segulhvolfi jarðar. Þvert á móti væru truflanirnar tengdar við svæði á sólinni þar sem ekkert var að sjá. Ferðatími rafagna til jarðar frá þessum auðu svæðum væri að meðaltali 3 dagar. Kórónuvængirnir virtust því tákna rafagnir sem héldu sig við sól. Sem vænta mátti var prófessor Allen ekki hrifinn af þessari niðurstöðu og það tók mig langan tíma að sannfæra hann. Prófessor Allen var mikill nákvæmnismaður. Hann samdi bók sem varð að nokkurs konar biblíu margra stjörnufræðinga. Bókin heitir Astrophysical Quantities og kom út í 3. útgáfu áður en Allen féll frá. Aðrir hafa staðið að 4. útgáfu en því miður hún ekki svipuð hjá Sjón. Doktorsritgerð mín bar heitið Origin of Recurrent Magnetic Storms, orsakir raðbundinna segulstorma, og áður en ég lauk við hana hafði ég birt grein helstu niðurstöður í tímaritinu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Þar gerði ég greinarmun á tvenns konar segultruflunum, stakstæðum og reglubundnum. Með reglubundnum truflunum var átt við truflanir sem endurtaka sig eftir hvern snúning sólar möndul sinn séð frá jörð, eða 27 daga. Stakstæðu truflanirnar reyndust vera tengdar virkum svæðum á yfirborði sólar, sólblettum og sólkyndlum. Reglubundnu truflanirnar virtust forðast slík svæði. Ætlun mín var að gefa ritgerðina út á prenti. Af því varð aldrei. Ég gerði eina tilraun til þess en illa gekk að fá kórónumyndirnar til að koma þokkalega fram í próförk og verkið dagaði uppi. Áður en ég sneri heim frá London hafði ég verið í bréfaskiptum við Þorbjörn Sigurgeirsson, fyrst sem framkvæmdastjóra Rannsóknaráðs ríkisins og síðar sem forstöðumann Eðlisfræðistofnunar Háskólans. Þorbjörn hafði haft forgöngu að koma upp segulmælingastöð í Leirvogi í Mosfellssveit árið 1957 í tilefni af alþjóða jarðeðlisfræðiárinu, en tjáði mér í bréfum að sig vantaði mann til að reka þá stöð. Í samráði við Þorbjörn gerði ég lykkju á heimleið mína frá London í desember 1962 og heimsótti segulmælingastöðina í Eskdalemuir í Skotlandi til að kynna mér rekstur slíkrar stöðvar. Forstöðumaðurinn J.W. Pothecary tók mér einkar vel og leiðbeindi mér stöðina þá 2 daga sem ég stóð þar við. Eftir heimkomuna fékk ég fljótlega vinnu hjá Þorbirni á Eðlisfræðistofnun sem var til húsa á jarðhæð Þjóðminjasafns. Var mér falið að sjá rekstur segulmælingastöðvarinnar í Leirvogi og fékk til þess skrifstofuaðstöðu í íþróttahúsi Háskólans. Þar var einnig aðstaða, þótt ófullkomin væri, til að framkalla línurit úr segulmælingastöðinni. Við þess starfs var ráðin Þorgerður Sigurgeirsdóttir sem brátt sinnti fleiri störfum, sem sagt framköllun á norðurljósafilmum. Var það eftir að skrifstofan fluttist í hús loftskeytastöðvarinnar handan eða vestan við Sauðárgötu. Af rekstri segulmælingastöðvarinnar það að segja að hún komst brátt í fastar skorður. Lengi vel þurfti að skipta daglega sýnuritapappír í stöðinni. Í fyrstu var samið
það starf við bónda á nálægum bæ, en síðar voru ráðnir fastir aðstoðarmenn sem jafnframt sinntu öðrum verkefnum. Sjálfur fór ég í stöðina til mælinga vikulega og aukaferðir þegar þau gaf. Ég sendi skýrslu starfsemina og kom slík skýrsla út árlega í þau 40 ár sem ég sá stöðina. Á hverju ári var haldið Norðurlandamót til samanburðar á tækjum og fór ég af því tilefni með tæki úr Leirvogi til Danmerkur, Noregs, Svíþjóðar og Finnlands. Tvívegis var slíkt mót haldið í Leirvogi. Skömmu eftir að ég kom heim og tók að sinna rekstri segulmælingastöðvarinnar gerðist það að leiðangur franskra vísindamanna undir stjórn prófessors Jacques Blamont og Dr. Forest Moser kom til Íslands og undirbjó eldflaugaskot upp í háloftin frá Mýrdalssandi. Þetta var liður í norðurljósarannsóknum og tilgangurinn var að kanna rafmagnir sem kæmu inn í gufuhvolfið og yllu norðurljósum. Jafnframt sendu Frakkarnir upp loftbelgi með mælitækjum til að nema gammageisla. Ætlunin var að láta þær mælingar ráða því hvenær eldflauginni yrði skotið upp, en einhver misbrestur varð á móttöku gagnanna svo að Frakkarnir afréðu að láta breytingar í segulsviði jarðar ráða. Leituðu þeir til Eðlisfræðistofnunar upplýsingar úr Leirvogi. Tæknin hafði þá náð því stigi að ég gat fylgst með tækjum segulmælingastöðvarinnar úr skrifstofu minni í loftskeytastöðinni. Aðfaranótt 1. ágúst 1964 var ég í símasambandi við Frakkana á Mýrdalssandi og tilkynnti þeim hvenær óróleiki hófst í segulsviðinu sem var merki aðvífandi rafmagnir í háloftunum. Þetta var skömmu eftir miðnætti og Frakkarnir skutu eldflauginni á loft. Mig minnir að hún hafi átt að ná meira en 100 kílómetra hæð. Ekki hef ég í annan tíma haft þann heiður að stjórna eldflaugaskotum. Í Leirvogsstöðinni fóru fram margs konar jarðeðlisfræðilegar mælingar. Staðsetning stöðvarinnar vakti áhuga erlendra vísindamanna sem óskuðu eftir því að setja upp tæki í stöðinni og fóru fram á við að við sæjum reksturinn. Þannig voru árið 1965 settir upp svonefndir RIO-mælar (Relative Ionospheric Opacity Meters), alls 4 talsins, og settu loftnetin svip á stöðuna í fjölda ára. Voru það vísindamenn frá National Bureau of Standards í Bandaríkjunum sem að þessu stóðu. Þeir sendu einnig spansegulmæli árið 1966 og var reist sérstakt hús fyrir hann. Eðlisfræðistofnun Háskólans, sem stofnuð hafði verið árið 1958 að tilhlutan Þorbjörns Sigurgeirssonar, varð hluti af víðtækari stofnun, Raunvísindastofnun Háskólans, sem stofnuð var árið 1966. Ein deild þeirrar stofnunar var tileinkuð jarðeðlisfræði og var eðlilegt að segulmælingar féllu undir þá deild. Ætlun mín var að Gunnar Böðvarsson, þá prófessor í stærðfræði og jarðeðlisfræði við Oregon State Háskólann, yrði forstöðumaður þeirrar deildar, en koma hans dróst og ég tók starfið að mér til bráðabirgða. Átti ég því sæti í fyrstu stjórn Raunvísindastofnunar árin 1966 til 67. Eftir það fékk mitt verksvið nafnið háloftadeild sem undirdeild jarðeðlisfræðistofu. Í sumarvinnu á Veðurstofu Íslands árið 1957 hafði ég starfað að uppsetningu norðurljósamyndavélar á Rjúpnahæð undir stjórn Eysteins Tryggvasonar jarðeðlisfræðings. Eftir heimkomuna 1963 grenslaðist ég fyrir þessa myndavél og fékk að vita að hún væri enn í eigu Veðurstofunnar og hefði verið notuð á jarðeðlisfræði árinu 1957 til 58 og fram til 1960. Samið var að ég tæki við rekstri myndavélarinnar. Ég kannaði ástand hennar og reyndist það mjög svo þokkalegt nema hvað speglarnir þörfnuðust viðgerðar. Sendi ég þá utan til húðunar.
Hins vegar var mér ljóst að þörfin á annarri myndavél sem komið yrði upp á Austurlandi. Mér hafði tekist að tryggja fjárveitingu til reksturs tveggja myndavélar en skorti fé til að kaupa myndavél númer 2. Ég var í bréfasambandi við miðstöð norðurljósarannsókna við Cornell háskóla. Stjórnandi þar, Carl W. Gartline, féllst á að láta mig fá myndavél sem ekki væri lengur þörf á Suðurskautslandinu. Myndavélina fengi ég endurgjaldslaust en Eðlisfræðistofnun yrði að greiða flutningskostnaðinn til Íslands. Það mál læstist farsællega eftir að ég leitaði til Alfreðs Elíassonar, forstjóra Loftleiða. Hann bauðst til að láta Loftleiðir flytja myndavélina til Íslands okkur að kostnaðarlausu. Kom vélin til Íslands í ársbyrjun 1964. Hún var af svonefndri Alaska-gerð, alls ólík vélinni á Rjúpnahæð sem var af Uppsala-gerð. Á Raunvísindastofnun var smíðað hús fyrir Alaska-vélina sem auðveldlega mátti opna og síðan lyfta vélinni í stöðu fyrir myndatökur. Ætlunin var að fá Flugfélag Íslands til að flytja húsið til Egilsstaða, en þegar til kom reyndist það of stórt fyrir Douglas DC-3 Dakota-vélarnar sem þá voru í notkun á þessari leið. Var þá leitað til varnarliðsins sem tók flutninginn að sér endurgjaldslaust. Myndavélin var síðar flutt að Eyvindará við Egilsstaði en bóndinn þar, Vilhjálmur Jónsson, hafði fallist á að sjá reksturinn. Þetta var árið 1965. Athugunum að Eyvindará var hætt árið 1970 en síðustu myndatökur á Rjúpnahæð voru árið 1973. Nefna má að í tilefni af svonefndu sólkyrrðarári IQSY 1964-65 var efnt til sjónathugana á norðurljósum og tóku allnokkrir landsmenn að sér að fylla út skýrslur og senda til mín á Eðlisfræðistofnun. Á jarðeðlisfræðiárinu hafði Veðurstofan staðið fyrir athugunum af þessu tagi en án verulegs árangurs. Einu markverðu sjónathuganir á þeim tíma voru gerðar af íbúa í Hrísey sem sendi þær jafnóðum til gagnamiðstöðvar í Edinborg. Var það af minni beiðni. Veðurstofan lét skrá skýrslur norðurljós sem sáust frá Hveravöllum veturinn 1971 til 1972. Árið 1971 fékk ég því til leiðar komið að bæjarsíminn í Reykjavík kom upp svarsíma í númerinu 11011 þar sem unnt var að heyra nákvæm tímamerki til að stilla klukkur. Kostnaðinn greiddi Raunvísindastofnun. Þetta kannast virðast undarleg ráðstöfun nú þegar allir hafa aðgang að nákvæmum tíma í snjallsímum en tímarnir voru sannarlega aðrir þá. Símaklukkan 04 veitti iðulega ónákvæmar upplýsingar. Á jarðeðlisfræðiárinu komu Japanir upp mælingastöð sem þeir nefndu Showa á Suðurskautslandinu. Það var meðal annars fylgst með norðurljósum og segultruflunum. Athugun leiddi í ljós að stöðin var við endann á segulsviðslínu sem rekja mátti til Íslands. Yfirmaður þessara rannsókna var þekktur vísindamaður Takeshi Nagata. Árið 1960 óskaði Nagata eftir segulmælingagögnum ársins 1959 úr Leirvogi. Þorbjörn Sigurgeirsson varð við þeirri ósk og sendi afrit af örfinnum. Japanir fengu síðan áhuga á að koma upp eigin mælitækjum á Íslandi til samanburðar við tækin í Showa. Þeir sendu mann til viðræðna árið 1975 og í framhaldinu aðstoðaði ég þá við að koma upp mælistöðvum á Húsafelli, á Ísafirði og á Mánabakka. Stöðin á Húsafelli var starfrækt árið 1977 en síðan flutt að Augastöðum sem var aðalstöðin árið 1983. Þar hafði Snorri Jóhannesson umsjón með tækjum í fjarveru Japana en þeir komu reglubundið í heimsókn.
Mælingunum stjórnaði Natsuo Sato hjá Pólrannsóknastofnun Japans. Árið 1987 buðu Japanir mér í rösklega hálfs mánaða ferð til Japan, þar sem ég fékk að kynnast starfsemi stofnunarinnar þar, bæði í Tókíó og Kyoto. Var það mjög höfðinglegt boð og ferðin fróðleg. Sato var þá að undirbúa ferð til Suðurskautsins með skipi stofnunarinnar og sýndi mér skipið og búnað þess. Ég hélt erindi Raunvísindastofnun fyrir starfsliðið og sýndi myndir sem ég hefði tekið við undirbúning ferðarinnar. Flutningur slíks erindis hafði verið áskilinn frá byrjun, væntanlega til réttlætingar á ferðakostnaðinum. Auk Japananna aðstoðaði ég fjölda vísindamanna við tímabundna uppsetningu tækja, bæði í Leirvogi og úti á landi. Má þar nefna menn frá Háskólanum í Bergen, University of California, San Diego, Þýska geimrannsóknafélaginu, Háskólanum í Lancaster, University of California, Berkeley, University of York, University of Southampton, Institute of Geological Sciences, Edinburgh, Max Planck Institute for Astronomy, Háskólanum í Bergen, Groupe de Recherche Ionosphérique og Centre de Recherche en Physique de l'Environnement Terrestre et Planétaire. Auk þeirra starfa sem telja má til vísindarannsókna hef ég séð útgáfu Íslands almanaksins í 60 ár, þar af í 20 ár með samstarfsmönnum. Almanakið varð formlega að almanaki Háskólans með samþykkt Háskólaráðs 1972. Frá árinu 1988 hef ég haldið úti vefsíðu með margvíslegum upplýsingum sem tengjast almanakinu beint eða óbeint, almanak.ai.is.